Ívar, byrjum bara á leiknum minn í dag, síðasta leikunum á tímabilinu og flottur fyrri hálfleikur en hvað svo? Já, við erum náttúrulega bara með vængbrotið lið hérna í kvöld og ég er ótrúlega stoltur af því hvernig við vorum að spila í fyrri hálfleik. Við vorum að spila okkar besta hálfleik eftir landsleikjahlé og við vorum bara gríðarlega öflugir og góðir og ég var að setja fullt af leikmönnum innan sem voru að skila góðri vinnu og þannig að ég er gríðarlega stoltur af og það tekur bara á. Þeir eru með þarna tvo, má segja, svindkalla inn á með Antti og Rosell og þeir voru að sitja og skot þegar við vorum í andlitin á þeim hvað eftir annað og það er bara munurinn og það voru orðið erfitt. Við vorum með Hilmar að elta og Daða og fleira á þeim og þeir spiluðu hörku vörn en þeir hittu samt. Þannig að auðvitað tekur þetta á og við erum, eins og ég sagði, mjög fámennir og við erum bara þreyttir og við vorum að hlaupa samt á hraða og þetta var hraður leikur. Ég held að þetta hafi verið mjög skemmtilegu leikur í fyrri hálfleik og en það kostaði það að við gátum ekki haldið út heilan leik. Þetta er lokaleikurinn ykkur á tímabilinu, má segja þetta sé dálítið skrítið tímabil sem er að ljúka einn dag og komist ekki í úrslitakeppni. Hvernig muntu horfa tilbaka á þetta? Ég er stoltur af þessu ári. Við missum 5 fyrir þetta tímabil og lykilmenn og við fáum ekki mikið í staðinn og við fáum ekki pening fyrir góðum Evrópuleikmanni og þurfum að reyna að vera með mjög slaka Evrópuleikmann í vetur. Við lendum í kanavandræðum og við lendum í miklu meiðslavandræðum. Það hefur ekki verið einn heill leikur hjá okkur í vetur þar sem ég hef getað stillt upp mínu besta 5 manna liði. Við erum að tala um lykilmenn, við erum búin að tala um Kidda 4 mánuði frá, Kristján 4 mánuði frá, Hjálmar missti mánuð frá í byrjun. Haukur er búin að missa núna frá landsleikjahlénu. Þetta eru lykilmenn, Daði er búin að missa 3 leiki og ég hef aldrei lent í svona og þetta er kannski tímabili sem við máttum ekki við í. Og þannig að ég held að ef menn hafi hort á liðið sem við erum búin að vera að spila með í vetur og einhver hafi séð það mannskap sem við erum búin að vera að spila með leik eftir leik að það hefði ekki margir spáð í að við myndum vinna eða fá 16 stig og hefðum auðveldlega geta verið með meira og þannig að ég held bara árangurinn sé mjög góður. Framistöðuna kannski svona hápunktar og lágpuntarnir, háir og mjög lágir? Já, það er náttúrulega fylgið því þegar við erum með kannski ekki mikla breidd og við megum ekki við miklu. Við erum að tala um að við erum að leggja mikla ábyrgð á mjög unga leikmann eins og Hilmar sem er okkar lykilmaður í vetur. Og svo erum við með Hauk fyrir utan, þetta eru bara 2 og svo Hjálmar og ef einhver af þeim á slakan leik, þá erum við bara ekki í góðu máli. Heldur að við með hvernig ykkur var kannski spáð ekkert sérstaklega gengi og eftir þessar breytingar sem verða, ekki bara flott að ná þessum 16 stigum? Jú, auðvitað svona eftir á, auðvitað hefði ég sárt tap í Borgarnesi og það hefði getað farið langleiðina með að fara með okkur í úrslitin. Við byrjum illa eftir jólin, við náttúrulega breytum liðinu með Kana. Við spilum líka Kana í mánuð í desember og í nóvember þegar við þurftum að láta þann mann fara en þannig að það er hvert áfall er búið að reka okkar fjöru þannig að við byrjum illa, við töpum illa móti Val, við töpum móti Skallagrími, við töpum 2 leikjum illa móti IR og töpum móti Grindavík Kanalausi sem vorum inn í leiknum. Þannig að það hefði ekki mikið þurft að gera svo við hefum bara getað lent í 7. sæti, 7. 8. sæti en því miður þá fjallaði ekki alveg okkar megin og við vorum ekki góðir eftir landsleikjahlé og veit ekki alveg hver ástæðan er en meiðsli höfðu þar mikið að segja. Við vorum vængbrottir á æfingum með 2 á landsliðinu og hina mittalíku þannig að það hefur kannski komið aðeins í bakið á okkur. Þinn síðasti leikur með þetta haukalið, þetta hlýtur að vera alltaf skrýtin tilfinning. Já, þetta er búin að vera hérna í 6 og 8 ár og var líka búin að vera þar aðeins á undan og búin að leiða þetta lið og ég er stoltur af þeim árangri. Ég tek við liðinu þegar það var búið að vera jójó lið milli úrvalsdeild og fyrstudeild og voru búin að vera í vandræðum og voru í 4. sæti í fyrstudeildinni þegar ég tek við og við erum orðnir úrvalsdeildarlið og ég ætla bara að vona að menn hafi metnað í það að halda því áfram og setja aðeins meiri kraft í fjármálin og reyna að spýta aðeins í lófana og gera betur. En svo segir þetta tímabil búið, ertu mikla trú á kjarnanum sem að þú skilur eftir því hér?
Ég fer náttúrulega eftir hvað við missum mikið. Ég meina það eru, við eigum menn eins og Emil og Hilmar Péturs og ég ætla nú að vona að menn reyni að fá þá tilbaka og byggja á því sem hérna fyrir. Það þú þarft ekkert mikið ef þú fær þessa tvo tilbaka og heldur mannskapnum og fær góðan Evrópuleikmann og góðan Kana, þá ertu komið með gott lið. Þannig að þetta þarf aðeins að spýta í, það er alveg ljóst og menn geta ekki bara setja auðum höndum og ætla sér ekki næstu skref. Hvað tekur núna við hjá körfuboltaþjálfaranum í Öskjuns? Ekki hugmynd, ég bara að fara í frí núna og frí sem ég langaði ekkert í en ég ætla bara að sjá til og ég er ekki byrjað af neinum viðræðum og þannig að ég fari bara út á golfvöll og fá mér súrefni og sjáum í næstu skref svona hvað ég ætla að gera og reyna aðeins að hlaða batteríin og ég á nóg inni og ég held ég hafi sýnt það í vetur að með lítinn hóp og óreynda mannskap að við höfum náð góðum árangri. Glæsilegt, takk.